Taka svona síðustu uppheitanir en það svona kannski helstu tíðindi úr herbúum heimamanna að Pape Cheikh, annar Senegala tindastóllsmanna fjarri góðu ganni og mínar heimildir herma að hann sé fjarri góðu ganni bara alveg en það svo sem ekki staðfestar heimildir en hann var eitthvað slappur í baki kallinn og hann ætlaði víst að koma hérna og kíkja á bekkinn til strákana, hann nú reyndar ekki kominn en það skiptir ekki máli leikurinn fer fram fyrir það og það eru Ingi Þór og félagar á Stykkishólmi sem koma til Skagafjarðar og etja hér kappi við heimamenn í Tindastól og Ingi Þór með mjög ungt lið að keyra þetta á ungum heimamönnum svona mestmegnis svona eins og kannski Tindastóll en hafa meiri reynslu stólunir byrjunarliðinu klár og hjá Snæfellingum númer 8 Viktor Marino Alexandersson frábær leikmaður og þeirra svona næst helsti skorari og drifkraftur á eftir leikmann númer 11 Shefton Barrett sem frábær erlendur leikmaður þeirra Snæfellinga númer 12 Andrei Fares Svíi kom til Snæfellinga fyrir þetta tímabil Svían og ættir ekki til Svíþjóð held ég númer 13 Þorberg Helgi Sæþórsson og númer 17 Maciek Klimaszewski og verður hér eftir bara kallaði Maciek nafninu að dæma myndi ég halda að hann væri pólskættaður en ég keypti það. Byrjunarlið Tindastóllsmanna klárt. Það Pétur segi ég, Björgvin, Hannes, Chris Kjerd og Mamadou Samb. Þeir byrja að fara inn á Mamadou Samb og þar Maciek á Samb og þetta einfalt fyrir Samb. Miklu starri og allan að vera sterkari í þessari hreyfingu.
Hannes byrjar á að pressa allan völlinn. Já, flott hreyfing hann að Magic með, fín hreyfing. Býr sér til stöðu hann og leggur hann lauflétt honni. Pétur vissi ekki að hann væri komið með galop leið á körfunni en fer í þristinn, síðan sallar honum honni, ekkert vandamál. Og það er Andrei Baresh sem kemur með boltanum í snæfning á Viktor Marino. Klúðrar þarna sniðskotinu. Björgvin finnur Samp, hann fer í tvist. Feita við tvist þarna, en síðan gera þetta nokkur sinnum. Alltaf jafn stór undarlegt skot. Ég held að hann hafi ekki sett eitt svona skot á hann síðan hann kom til Tindastóls. Það er Magic, hann er blokkaður af Samp en Björgvin dribblar út af, missir boltan út af á dribblinu. Magic hann fer á Samp. Já, fer yfir hann bara ekki trættu þó hann hafi blokkað hann áðan aðeins. Skiptir hann engum máli. Björgvin finnur Chris Kert í tróðsluna. Flott. Einfalt og gott ræðarhlaup. Hannes hann reynir að stela boltanum með Andrei. Viktor. Pétur til varnaðar. Shefton Barrett á baseline með Björgvin til varnaðar. Magic í þrist, setur hann ekki honni. Pétur með frákastið. Pétur ætlarlega hætti við, finnur Kert á toppnum og hann setur þristinn honni. Skyndilega staðan orðin 10-2 fyrir Tindastól. Og Tindastólsmenn nálægt í að stela boltanum. Og það voru óefnir hana. Hannes sló boltan í Pétur. Þaðan fór boltinn út af og þar af leiðandi er Snæfells bolti og 23 á klukkunni, segir Einar Þór Skarphéðinsson, aðaldómari leiks hér í kvöld. Með honum er Halldór Geir og Þorkell Már. Og það er Villa Hannes, hárrétt. Andrei var á leiðinni fram hjá honum. Það er Andrei, hann reynir erfiða sendingu, samskiptilunni, finnur Pétur á Chris Kert. Kert skrefar, hann rétt, Einar Arnarsson hana. Hefði þurft að stinga boltanum niður til að þetta hefði verið löglegt. Hannes að fá aðra villu og Einar segja nú bara róða sig. Þorbergur Helgi, hann er að taka boltan inn hann. Nú kemur Shefton Barrett. Kemur boltan upp, hann er aldursforseti í liðsins, 32 ára gamall. Verður svona þeirra leiðtogi sem slíkur. Frábærlega gert hjá Þorbergi og það er 2 stig. Samp slæri boltan eftir hann fyrir spjaldið. Það er stranglega bannað. En Pétur kemur boltan upp, finnur Björgvin, þeir fara inn á Samp. Samp fær villu á Magic. Fín vörn hjá Viktori. Og Þorbergur hann les backdoor sendinguna eða baseline sendinguna í innkastinu hann. Frábærlega. Fer síðan bara í þrist, setur það ekki honni. Svona hálf airball. Var samt ekki airball. Komum við körfuhringinn.
Pétur finnur Samp, frábær vörn hjá Maciek. Samp bara alls ekki nógu sterkur hann á póstunum, næri ekki búið til þessi stöðu. Einfalt fyrir Maciek að komast fram fyrir hann. Andrei fer í langan tvist, skrítið skot, steig á þryggjasta línuna hann. Chris Kert fer alla leið, slegið boltinn á höndunum á honum. Tindastóls bolti, engin skaði skeður. Pétur á Kert. Kert fer miðuna, Björgvin. Já, vel gert hjá Björgvin, já. Driblar inn í miðuna, tekur svona hoppstef leið upp. Shefton Barrett, Þorbergur, Viktor. Viktor var stólinn boltinn. Pétur með stólinn bolta og það óíþróttamannsleg villa á Viktor samkvæmt Einari. Ingi Þór ekki sáttur, segir að hann hafi heldur betur reynt boltan og hann svo sem sló í boltan, en Einar vildi meina að þetta hefur alltof mikill ásetningur í þessu og þar af leiðandi fær Pétur 2 vítaskott og Tindastóll fær boltan á miðlínu með 24 sekúndur. Pétur klúðrar þarna skotinu. Já, sést Björgvin, við fáum boltan á miðlínu með 24 sekúndur og bara nýja sókn. Fengur bara svona 2. Samp þarna fer, lögléttan snúning. Það bara ég sammála Inga Þór, hann skrifaði þarna í þessu skrifi, í snúning. Setti bara boltan niður í byrjun og síðan bara búið. Og Andrei ætlar að fara alla leið en fær það ekki, lendir í klóm Chris Kert þarna. Hannes, Pétur, þristurinn, ekki og ný. Shefton Barrett óheppinn hann næstu búinn á boltanum að komast í. En alla frábært spil hjá Snæfellingum. Maciek setur hann ekki og ný. Samp að missa boltan en Þorbergur dettur fyrir Tindastólsmenn. Þá skipting hjá báðum liðum. Inn á hjá Tindastóll kemur Helgi Rafn Víkarsson fyrir Kristoffer Kjær. Hjá Snæfellingum fara út af Maciek, Andrei og Andrei segi, og inn á koma Rúnar Þór og Árni Elmar. Samt fer hérna ég var nýbúinn að segja að hann hefði aldrei skorað á þessu skoti og stendur þó við það, en hann sá að skora þarna og þessu feitavei hjá honum. Shefton strangri gæsli á Björgvin og hann fer alltaf leið, fær villuna. Sér maður munin á því að vera atvinnumaður með virðingu eða unglingur að stíga sem fyrstu skref í deildinni. Þetta fannst mér að vera alveg nákvæmlega í stræf og Andrei á hann hjá Snæfellingum. Þá fekk hann ekki villu, en ég er heldur ekki dómari. Shefton Barrett fer á línuna fyrir 2 skotum. Það eru kannski einhverju að velta því fyrir sér af hverju það er svona, ekki vel mætt í Siki í kvöld. Og ég var nú að ræða það áðan hérna á mann að það er líklegast út að það er ásætti kaupfélagsins þessa helgi og 200 okkar manns út úr bænum, þannig að það er líklegast einhverju af þeim hefði nú verið hérna í kvöld. En það er tapað bolti á Tindastólsmönnum. Shefton fer í erfiðan tvist. Jónas með frákasti, hann kom inn á fyrir Hannes í, ég var að segja kaupfélagssöguna, það var ársætti á kaupfélaginu helgina. Ég held að það sé einhver 230-40 mann sem ætla á hana, hún er ekki á landinu, þannig að það er slöpp mæting í kvöld. Samp klúðrar löngu tvisti. Shefton missi boltan, Samp nær á stelunum, þeir finnast Pétur og það er, hann loksins, hann treður þessu. Notar þessa 208 cm. Frábær sending á Pétri. Og
Hann klárar þetta með stærk. Ruglingur í vörninu og Tindastól og Viktor með galopin þrist. Óheppinn, Shefton slær hann út af. Það er tími hjá Inga Þór. Staðan er 19-5 fyrir stóluna. Snæfellingar eru ekki búin að vera ekkert rosalega samfærandi. Já, kannski jú, það eru kannski samfærandi, en þeir eru með ungt lið og það er svona vantar ansi mikið þegar þú missir Sigurður Þorvaldsson, Austin Bracey, Sveinn Arnar. Þetta er ansi mikið blóðtaka á einu bretti. En ef það er einhver sem getur galdrað góða blöndu úr þessu liði, þá er það Ingi Þór Snæþórsson, líklegast einn færasti þjálfari Íslands. Hefur verið allt í öllu í hólminum síðust ár, bæði með kvennaliðið og karlaliðið. Snæfell kvennamæðin hefur verið Íslandsmeistari síðustu 30 ára. En þetta er alltaf hefjast hérna. Kosta og Martin búin að fara yfir þetta með okkar mönnum. Nú kemur Björgvi með boltan upp. Það eru sömu lið hérna. Já. Og það er farið. Já. Pétur tekur sendinguna og sé frábærlega gert. Ég bara misti orðið með það. Ég var vonast til að myndu hamraða svona í þannig. Það er trapp á miðlínu, eða svona við miðlínu og að villa á Jónas, hárrétt. En ég fullyrði það að Kosta teiknaði þetta í leiklíðinu. Og auðvitað átti Björgvin að tróða þessu, en Pétur tók þetta á sig og sendingin var ekki rosalega góð. En nægilega góð, þannig að Björgvin skilaði svona. Shefton Barrett fekk boltan hann eftir smá darra. Frábær vörn hjá Helgara. Já, hann fyrir hérna Rúnar Þór í smá knattrak. Já, vel lesið hjá Jónasi hérna frá Shefton. Og Helgi, já, skilar það svona í. Tindastóll að keyra yfir Snæfellinga bara strax í byrjun. Árni Elmar kemur upp með boltan. Shefton fer backdoor. Hann kemst hvorki lönd né strönd. Þorberg með þreist, fer ekki á ný. Pétur finnur Jónas. Sam, Pétur, Björgvin, Jónas, já, beint við þreist. Auðvitað, bóm. Frábært spil. Boltinn láti ganga mjög hratt. 26-5. 1:50 eftir af fyrsta leikluta. Sam kemur lágt út hérna til að taka mótunum. Árni Elmar þrist ekki hún í Pétur fyrirgefið með frákastið. Pétur, erfið sendingu Péturi. Shefton, mjög einfalt fyrir hann. Viktor, Þorbergur. Ekki að detta á Þorbergi, en Björgvin nær frákastið og það er villa Árna Elmar. Þorbergur komið með búinn að skjóta þremur galopin þristum. Hann er að fá skotinn, bara að setja þetta hún í. Svabbi kemur inn fyrir Samp. Svabbi, Jónas, Helgir af galopin hann, finnur Pétur. Pétur á Björgvin, Björgvin þrist. Setur hann ekki á ný, en Pétur með frákastið. Stutt skot hann. Kemur Árni, fær horn,
Shefton snýr inn í Magic, kominn aftur inn á. Svappi næstu búinn að stela honum. Magic fer í langur tvist, setur hann í. Flott. Svappi á topp. Finnur Jónas. Jónas í erfitt. Kosta öskrar hann að halda áfram að spila. Árni í þrist, setur hann í, já. Tvær fínar sóknir hjá Snæfell. 26-10. 15 sekúndur eftir. Þetta er síðasta skot Tindastóls-manna. Það mun Pétur, hann næstu búinn að tapa boltanum. Og Pétur leggur hann í. Nei, fyrir ykkur. Fyrsti leikurinn er á enda, svona, já, nokkuð fín byrjun hjá Tindastóls-mönnum. 26-10. Kannski eins og búast mátti við fyrir leikinn. En körfubolta er ekkert gefið. Þá fer þetta alltaf að hefjast inn hjá okkur aftur. Sama liði á stólunum sem byrjar annar leikurinn. Pétur Björgvin, Jónas, Helgi Rafn, Svappi. Hjá Snæfellingum er það, já, Björgvin stelur boltanum og hann er að fara að tróða sig, já, auðvitað. Klárt mál. Erfið þversending hann úr frákastinu hjá Jón Pál. Jón Pál nær honum Árni og langaði þristinn. Hann að fara að taka því rytmanum. En endar á því að dribbla sig í ógöngur. En hjá Snæfellingum er það inn á Shefton Barrett, Magic, Árni, Geir, Elías Úlfur og Jón Páll og Shefton Barrett fær vill á sig. Helgi Rafn bara innkast á liðlínunni og 14 sekúndur á skotklukku og áfram gakk. Pétur fyrir fram í Átna, finnur Jónas í horninu og Jónas snýr sig, lendir þarna á Geir Elías Úlfi og hann er að fara út af alveg. Já, það var alveg 100%. Það er skipting. Þetta er alltaf vont. Friðrik Þór kemur inn á, bara fer beint í sama á Jónas, dekka Átna, allan völlinn, pressa. Pétur, Geir, Magic með boltan, finnur Jón Pál og Shefton kemur með skrínið. Shefton nær sér stöðunni á póstinu. Þeir eru ekki að finna hann, Átni hann í erfiðan þau, það er blokkað Pétur örugglega. Ingi vil meina að þetta hafi verið, en það er Finnur Björgvin og Björgvin leggur hann núna í. Það er hraðarupplaup eftir hraðarupplaup.
Árni dribblar, finnur Jón Pál fer inn í teginn, Geir á Jón Pál, baseline jumper auðvitað, flott spil. Helgi á Sabba, Sabbi, Pétur, Friðrik. Já, Helgi hefur sett á nokkra á þessu færi. Og ansi glöggur hana. Shefton Barrett var pirraður hana, sá ég. Þetta var mjög pirraður út af hann fær ekki boltan. 32-12 og Shefton Barrett var komið út af, þrefull skipting hjá Inga Þór. Það er skotmaðurinn Þorbergur Helgi er kominn á Andrei, Viktor, út að fara Árni Elmar, Shefton Barrett og Magic. Magic setur fyrra í Doni. Ef hann setur seinna þá var hann að fara út af, þannig að gerir það, toppmaður. Kemur út af. Magic að fá góður ráð hjá Inga Þór. Sabbi finnur Helga Rapp, Helgi Rapp með minni mann á sér. Helgi Rapp með að fara alla leið, já, gerir það. Leggur hann onni, silki mjúkur. Andri kemur upp með boltan, Friðrik til varnar, Viktor, hann ætlar alla leið, gerir það. Setur hann ekki onni, Sabbi með frákastið. Pétur. Heppin skref ekki andan Pétur, en hann finnur Helga Rapp og hann leggur hann onni. Andri, Friðrik Þór með flott vörn, Sabbi hetsa vel. Þorbergur setur ekki þrist. Þorbergur vill fá villu hana. Fekk ekki. Friðrik inn á Helga. Helgi finnur Pétur í þrist. Setur hann ekki honni. Viktor, Jón Páll, Andrei, erfið, langur tvistur og Geir Elías slær hann út af. Geir Elías kom frá FSU, var hjá þeim í fyrra með í úrvalsdeildinni. Snæfellingar prófa nýtt, fara í 2-3 svæði og það virkar strax. Stela boltanum. Viktor, hann dræfur á Björgvin. Helgi með, Jón Páll með boltan langt á velli sig. Helgi til varnar. Andrei, Friðrik til varnar. Og hann fyrir alltaf leið á velgert. Frábært treff. Pétur, hann ætlar að gera sama. Hendi boltan bara í Helga og fær boltan aftur. Sabbi fær galopið þrist. Þetta á Sabba, setur honni. Þetta er örugglega fríasta skot sem hann fær á öllu sísoninu. Andri dribblar og Jón Páll. Andri fær boltan aftur, langur þristur. Setur ekki honni. Helgi reynir að ná sér í frákastan. Björgvin var alveg með þetta. Pétur, þristinn, setur honni, já. Lætur ekki bjóða sig svona fríðan þrist, tvisvar. 39-16. Viktor, Þorbergur, hann dræfar, mætir bara Svappa. Viktor dræfar, já, leggur honni í, velgert. Það er mjög góð þessi drengur.
Pétur, Helgi, Friðrik að skref á rétt. Helgi og Pétur. Kom út af. Kjert og Ámund og Samp koma inn á. Þeir sem mistu kannski aðeins hérna áðan að þá var Papi Sekk. Hann ekki hópið Tindastól og samkvæmt mínum heimildum að þá hann bara ekki meira með í vetur. Farinn. Já, hann ekki farinn reyndar. Ég held að segja það hérna á króknum. Fín vörn hjá Frikka þarna. Andri, hann þarf að gera eitthvað. Dribblar inn í miðjuna og fær villu á... Já. 12 að Friðrik. 2 skot, segir Einar Þór. Seinnavíti gekk ekki. Friðrik kemur upp með boltann. Það er ennþá 2-3 svæði. Það Svabbi, finnur Samp. Samp tekur boltann niður, hann fær villuna síðan. Á ekki að vera að brasa við að taka boltann niður hann, bara fara beint upp. Engin þörf á því. En hann skilaði leikupinu og fekk villu á auki, þannig að það er 3-point play. Víti honni hjá Samp. 3 stig á töfluna. 42-18. Viktor dræfar hann að finna Þorberg. Hann skrefar á hárrétt. Fór á stað með stjörnuskrefsfótinn. Og það er bannað. Hefur við bannað og verður alltaf bannað. Friðrik, finnur Sabba. Engin hreyfing á Tindastólsmönnum, það er vesta í svæði. En Björgvin fór hann eitthvað hátt upp í loftið. Svakalegt stökk á honum. Og það ég veit ekki hvor á boltann. Já, vissi ekki hver átti boltann, það var ekki búið að... Halldór gerir eitthvað. Halldór gerir honum pirrar út Inga eitthvað, Samp hann eitthvað brasa. Hann er hávaxinn en ekki 4 metrar eins og Kjert. Friðrik næstu búinn að stela boltanum hann, Andri kemst á undan honum, fer áfram, óheppinn hann Andri. En Þorbergur með flotta baráttu, finnur Andri, setur ekki þrýstur hann í, Svabbi með frákastið. Kjert kemur upp með boltan. Finnur Samp. Samp át á Kjert og Kjert með þristinn, beint hann í. Það er leikli hjá Inga Snæfell. Það er svona eins og gerist þegar annað liðið er með ansi góða forystu eins og í þessum leik, 45-18. 27 stiga munur. Þá kemur svona deyfð yfir mannskapinn. En þetta lítur vel út fyrir heimamenn. Vonandi að allir haldi svona áfram. Ég vil minna að fólk á að það er hægt að versla varning, Tindastóls varning. Þetta fara inn á Facebook síðu Tindastólsmanna eða Körfuboltadeildarinnar
Þar eru bolir og brúsar og eitthvað annað til sölu. Endilega verslið ykkur þannig. Eignist eitthvað fallegt. Styrki deildinni leið. Tilvæli jólapakkan. Styttist þetta jólin. En það eru Snæfellingar sem eiga boltan. Þeir eru 2:58 eftir af öðrum leikmynda og staðan 45-18. Shefton Barrett tökum boltan inn og Árni Elmar kemur boltan upp. Aðrir inn hjá Snæfelli eru Viktor nr. 8, Magic nr. 17 og Þórbergur Helgi nr. 13. Friðrik til varnar á Árna. Shefton, hann er að fara að gera þetta sjálfur eitthvað sýnist mér. Já, fyrir þrist. Setur hann ekki á ný. Kristgeir kemur upp með boltan. Friðrik Björgvin segi Helgi með skrínið. Samp finnur Kjert fyrir pick and roll. Friðrik með þrist. Setur hann ekki á ný stuttur. Árni finnur Magic. Já. Magic skýtur bara yfir Samp. Já, flottur. Þetta er bara lélegur. Mjög einfalt. Friðrik. Kjert með Viktor á sér. Það er villa á líklegast Magic. Já. En það eru engin villi vandræði. Já, vel gert þarna. Galopun undir körfunni eftir innkastið þarna. Innkastkerfið. Shefton kemur upp með boltan. Björgvin til varnar. Það er eins og ég var að tala um áðan. Hann er eitthvað pirraður. Og það er ekki að setja boltan á ný. Chris Kjert í þrist. Setur hann ekki á ný og býsna vísverði. Og Shefton fær boltan og Helgi brýtur á honum. Setur hann á línuna. Einar Þór að kenna unga drengnum, unga manninum hvernig þetta er. Hann verður að hleypa honum inn á. Þetta var nr. 15, Aron Ingi, sem er að koma inn á hérna í fyrsta skipti í leiknum. Shefton Barrett setur fyrravítið ekki á ný. Seinavítið setur hann á ný. Friðrik kemur upp með boltan. Og Helgi finnur Samp. Samp á Kjert. Kjert aftur á Samp. Samp hann leggur hann á ný. Árni Elmar, Shefton. Magic. Mjög stöðsóknin hjá Snæfellingum. Shefton bara að dribbla, ekkert annað í gangi. Það er 2. Og Magic með flott frákast, en Björgvin harnitur honum í leiðupunni. Helgi með erfiða sendingu Björgvin sem að enda með stólinn bolti. Árni Elmar, boltan, það er bara 1 skot. Snæfellingar, óhefnir hana. Friðrik, langan, bara svona desperation skot. Það er ekki á ný, var aldrei á leiðin á ný, en þá er fyrri hálfleik lokið. Og þetta er hálfgerð einstefna 49-21 fyrir Tindastól. Og við
fáum okkur smá kaffisopa og verðum mættir hérna eftir 10 mínútur.
Já, hann blokkar Samp. Ná, Stóla byrjar sig á körfu tveimstugum. Byrjunarlið Snæfells það sama og byrjaði leikinn og einni hjá Stólunum. Viktor hérna í tvist. Ekki á ný. Björgvin missi boltan en nær að bjarga þessu einhvern veginn. Viktor, hann leggur hettunni einfalt, þægilegt. Og Pétur kemur upp með boltan. Já, byrjunarlið hjá Snæfell Viktor Marino Alessandsson nr. 8, Sjefton Barrett nr. 11, Andrei Fares Mikkelsson nr. 12, vel gert. Og nr. 13 Þorbergur Helgi Sæþórsson og 17 Maciej Klimaszewski. Andrei finnur engan inn í teig, þarf að fara út á Viktor. Viktor fer átt að leið, já, vel gert hjá Viktor í þannig maður. Skilur Hannes eftir í rykinu, ekki sannlega. Samp, Maciej til varnar, Samp finnur Svappa. Það eru allir hérna í einni kös hjá Tindastólsmönnum. Það kann ekki góður lög að stýra Svappi meðan á... Það eru allir vissir að Svappi myndi skjóta. Það er Sjefton enda síðan bara að stela boltanum af Björgvin. Fer síðan í erfitt layup, hann hefði getað örugglega komið sér aðeins betra. Ingi vildi fá villu, Pétur fer alltaf leið, setur hann ekki onni í Svappi með frákastið. Setur hann onni og fær villu á Maciej. Og Ingi talar fyrir því að þetta hafi verið nákvæmlega eins hinum einn. En ef við rennum svona yfir helstu tölur að í fyrri hálfleik þá skoraði Mamadou Samp 13 stig fyrir Tindastól. Chris Kjert með 10, Björgvin með 8, aðri minna. Já, Snæfellingum var Maciej Klimaszewski með 8 stig og aðri minna, 2-3 stig. Hannes var langa sendingu frá Pétri, Hannes fær Samp og hann setur ekki leið upp honi, og missir síðan bara boltan. Og Svappi brýtur á sér, stoppar hraða sókn. Ég hef sagt áður í útsendingum hérna að hann á bara að tróða þessu. Hann er 208-10 cm eða eitthvað. Þorbergur, Sjefton, finnur, já, frábær sending hjá Sjefton Barrett Þorberg sem skilar svona í. Svappi glemdi sér hann í vörninni, sýndist mér. Horn hjá Tindastólsmönnum, Pétur. Já, flott sending á Björgvin þetta. Samp með Maciej á bakkinu. Og Maciej er bara miklu sterkari hann á postinum. Samp kemst ekki en finnur Hannes sem setur þrust. Andrei fara vill á Samp. Og Hannes með flotta vörn í innkastinu hana. Og rétt að renna út á tíma Snæfellingarna hana með 5 sekundur. Viktor finnur Sjefton finnur Andrei, Þorbergur í þrist. Hann er ekki að detta í honum, Samp með nær ekki frákastinu og Sjefton bara rífur boltan á honum. Leggur hann onni. Einfalt og þægilegt hjá Sjefton. Björgvin finnur engan. Hendur hann bara út af. Mjög svona slappt hjá Tindastólsmönnum svona í byrjun. Margar tæknifélagar og það eru ekki 5 sekúndur næstu. Sjefton er svona kemur til bjargar. Og er bara með, kemur upp með boltan, finnur Andrei sem finnur Maciej. Maciej finnur, reynda þröngvonum hann Þorberg, en Andrei nær boltanum.
á endanum að klúra layupinu en Björgvin og Chris og Svappi og Hannes og galopið þrist hjá Hannesi. Setur á Ekkjunni, Chris Kert með frákastið. Þurfti að henda honum hana bak við sig. Shefton þurfti að henda honum frá sig. Viktor inn á Magic. Já, flott hreyfing. Óöfnir sendi Jóni. Nær bara frákastinu. Hann er bara miklu sterkar en Samp inni og 2 stig og end one hjá Þorbergi Helga. (59 til 29). Þorbergur á leiðan á vítalínuna fyrir einu skoti eftir frábært end-one play hann að náðu sókn á frákastunni og dræfa að korunni. Pétur kemur boltan, ætlar að reyna að finna Chris Kert hann að það ekki Chris Kert með langan twist setur Ekkjunni og það er Samp sem slæðir hann út af. Pétur að stela boltanum á hana, sendir hann á Svappa, Svappi finnur Hannes skilar þessu Ekkjunni, Samp nær frákastinu, er að alls konar skrýtnum hreyfingum hana, nenni síðan ekki tilbaka og við fáum þrist í andlitið frá Þorbergi. Það er Pétur. Chris Kert kemur, Samp. Þetta var allt annað. Skilar Stóni. Frábært Eurostep hjá Viktori. Gjössalega fristi Svappa þarna maður. Lauflétt layup. Svappi inn á Samp. Samp fær villu á ekki Shefton, það getur ekki verið. Jú, hann er að dæma á Shefton. Nei, hann er að dæma á Rúnar Þór nr. 10. Já. Dæmd á Rúnar Þór. Samskilaði 2 stigum onni og fekk víta að auki. Setur þá hann í. Árni Elmar kemur upp með boltan fyrir Snæfellinga, finnur Viktor. Hann er búinn að vera, Rúnar Þór hann að bjargar honum og Pétur næst búinn að stela boltanum. Shefton Barrett. Hannes til varnar, hann fær 2-földum frá Helga. Samp nær að trufla þannig að Árni hætti við skoti og fer í erfiðara. Og Viktor hann með frábæra stólinn bolta. Slæðir hann í spjaldið. Shefton finnur Þorberg, hann fer erfiðu leiðina en skilar þessu samt honni. Og það er Chris Kert sem að fær einfalt sniðskot eftir hraðari blöpp, sendingur á Pétri. Þorbergur, hann er búinn að spila miklu betur í seinni hálfleik heldur en fyrri hálfleik. Flott, skref. Já, árétt. Hárrétt. Pétur kemur upp með boltan. Helgi Kert inn á Samp. Út á Helga, Helgi hótar skotinu, finnur síðan Samp inn í miðunni og hann missir boltan. Heppir hann Pétur, finnur Helga, Helgi á Kert. Helgi þrist. Það er honni.
Hann er einn prósent hæsta skytta landsins en hann er svo sem ekki búinn að taka óvenju fá skot í vindur. Pétur Sambar ákveður að reyma skóna bara svona þegar ánum fyrir mig sóknuna. Þannig að Tindastóll eru bara 4. Kemur núna. Og Viktor er að setja hendi í boltan en dribbla síðan áfram, ætlar í einhverju krúsindúli sendingu þetta aftur fyrir bak og hendur hann út af eftir að Helgi Freyr ætlaði hann að brjóta honum hann á miðjunni. En það er leikli. 30 stiga munur, Tindastóll í vil. Það er aftur verið að kalla menn úr leikliði. Ægilega spennandi sem þjálfarinn er að segja. Ingi Þór er ennþá að tala við sína menn. Jón Páll kemur hann inn, nr. 6 hjá Snæfellingum. Kom inn fyrir Þorberg. En Pétur kemur upp með boltan, Helgi Rafn komin inn hérna fyrir Samp. Kert. Helgi fyrir galopinn þrist. Setur hann ekki honni og það fyrir upp í uppistöðu körfunar og það er bannað. Árni Elmar, Pétur á eftir sér. Viktor. Hannes. Shefton komið með hann á skref hérna á Shefton, já, flott vörn hjá Helga. Kom með fína hjálp. Pétur kemur upp með boltan, fær hornið frá Helgi. Erfið sending á Helga hana. Tekur síðan villun á sig. Stoppar hraðarupplaupið. Árni Elmar, skrín frá Shefton, boltinn skilar sér til Rúnars endanum. Pétur hann næstum búinn að stela hann, bara að rífa hann af honum. Viktor, baseline, blokkar Helga Rafn. Helgi fær boltan aftur, finnur Hannes. Hannes bara hendir honum. Missi boltan hann. Og Pétur brýtur af sér og Viktor setur leið upp hjá honum. Og er þá á leiðin á vítalínuna fyrir 2 stigum. Rúnar Þór kemur út af fyrir Geir Elías hjá Snæfell. Hannes, Helgi hótar skotinu. Pétur fær skrín frá Helga Rafn og fer alla leið. Það gera nákvæmlega sama á Viktor. Hann vildi á villu núna. Ætlaði að brjóta af sér, fekk ekki villuna. Árni Elmar með fína þrist og óöfn að setja ekki honni. Kert finnur Hannes. Hann ætlaði að reyna aftur í þrist. Setur hann núna honni. Þeir eru búin að hlæja honum á bekknum eftir að hafa mist boltan áðan.
Viktor í galopin þrist, ekki onni kert, finnur Hannes. Hannes, á flott spil, já, vel gert hjá Hannes og óþyrftamannsleg villa á Shefton Barrett. Pirringsvilla hana, reif í öxlin á Hannesi og réttilega dæmt óþyrftamannsleg villa. Þriðja villan á Shefton. Hann var Aron Ingi komin inn á hjá Snæfell og Maciej Klimaszewski einnig. Þröstur líklegast að fara að skipta við skotmann hjá Tindastól. Það eru 2 víti Hannes fær. Fyrra vítið ekki ofan í. Seinna víti ekki heldur. Og honum skipt út af í kjölfarið. Þröstur kemur inn á í fyrsta skipti. Flott. Allir að fá að spila. Bara gaman. Kemur Pétur. Þetta eru svona andaslit hérna á þriðja leikluta. Pétur ætlar að klára þetta. Leggur við antal á stað, þeir eru 5 sekúndur eftir af klukkunni. Gerir það, hann fer alla leið, fær villu á Aron Inga. Verður á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Pétur setur fyrra víti ofan í. Seinna víti sömuleiðis. Þröstur brýtur af sér þarna. Aron Ingi setur fyrra víti ekki ofan í. Seinna vítið ekki sömuleiðis, fórkonum Maciej fer í nær fínu sóknarfrákosti þarna yfir Helga Rafn en fer í ansi, já, óþarflega veikt skot. En þriðji leikluti búinn og þá staðan 74-42. Það svo sem hvað villu var það, þá er Shefton Barrett og Maciej Klimaszewski hjá Snæfell með 3 villur, ekkert svo sem hættulegt þar og engir með meira en 2 villur hjá Tindastól. Mamadou Sambe búinn að skora flest stig með 22 stig, Chris Kjærde með 12, Björgvin Hafþór með 8, Pétur 9, aðrir minna. Já, Snæfell Þorbergur Helgi með 12, Viktor með 11, Maciej 8, aðrir minna. Það vekur kannski athygli að Shefton Barrett einungis komið með 4 stig. Hann skoraði 9 stig á móti Stjörnunni en þar var hann útilokað frá leiknum í fyrri hálfleik vegna villufjölda. Fekk 5 villur í fyrri hálfleik. En þar á undan var hann búinn að skora einhver 28, á milli 28 og 35 stig. Og það er eitthvað sem Snæfell þarf frá honum. Þar, já, allavega 30 stig. 15 stig frá Viktori. 15 frá Maciej. Þá eru þeir í góðu geimi. Þá er 4. leiklutin að byrja.
Stuðningsmenninni byrja með látum. Það bara flott, maður. Helgi að stela boltanum hana. Nærði ekki. Óheppinn Helgi hana. Jú, hann ætlar að stela boltanum. Nær að stela boltanum. Finnur Helga Rapp. Helgi Rapp nær að tróða honum hana í dræfið hjá Pétri og Jón Páll lítur í baki á Pétri og þar skal ég ykkur segja stendur villa. Pétur með erfiða, ekkert erfiða sendingu, eða svona loppsendingu á Chris Gert. Nær boltanum og fær villu og á leiðin á vítalínu fyrir tveimurskotum. Geir Elías Úlfur. Fyrra skotið er Rakleiðssoni. Seinna skotið sömuleiðis. Þá Árni Elmar Pétur sem fyrr á hælunum. Finnur Magic, snýr flott hjá Magic hana. Frábær snúningur Helga hana. Pétur, fer upp, vel gert hjá Pétri, flott sending á Helga Rafni. Jón Páll, snýr, Finnur Árna. Helgi næst búinn að stila boltanum en Jón Páll fer í galopinn þrist, setur ekki honi og það Snæfells bolti. Villa á Chris Gert, hald á Geir Elías. Hárrétt, það bara dæmd vill á Gert. Breyttum innkast, komið á hliðalínu, staðan fyrir endalínu. Erfið sending hana, Helgi á þeirra. Klókan að þetta, Helgi Rapp hana, flott vörn hjá Helga. Finnur Gert, finnur Þröst og Þröstur skilar, óheppinn Þröstur hana. Helgi Freyr. Finnur Pétur og Helga Rapp. Gert með frákastið. Fer alla leið, skilar svona. Árni Elmar. Það hornið, finnur Jón Páll. Hann fer í þristinn, setur hann í. Pétur Björn Hótt. Finnur Helgi Freyr fer í þrist. Setur hann í, heldur betur. Nær síðan boltanum, Finnur Gert. Helgi aftur í þrist. Það held ég. Hann nýtingin hjá drengnum maður. Nýting. Einfalt og gott. 6 stig á einhverjum 5 sekúndum. Og 9 stig í heildina hjá Helga. 86-47 fyrir Tindastól, 39 stiga munur þegar Ingi Þór tók leikli. Jæja, þá er þetta alltaf hefðast.
7 mínútur og 35 sekúndur eftir að fjórða leikluta. 86-47 fyrir Tindastól þegar að Finnbogi kemur inn fyrir Pétur. Björgvin kemur inn fyrir Kert og Mamadou Samb inn fyrir Helga Rapp. Snæfellingum kemur Andri inn fyrir Árna Elmar. Og Þorbergur kemur hann inn fyrir Jón Pál líklegast, að Villa og Finnboga. Og Viktor komin aftur inn, komið inn fyrir Geir Eiríks. Þorbergur finnur backdoor í Andri, flott, skilar Sonny. Finnbogi ætlaði að teikna hana. Heppinn að fá ekki vill á sig. Samb á Helga, Þorbergur ætlar ekki að leyfa honum að skora aftur. Björgvin, Þröstur vildi fá hann inn í teik, fekk hann ekki. Samb er ekkert í gangi, það fer í tvist, Samb setur hann ekki á ný. Hægsótt en Björgvin stelur boltanum. Og á einhverjum bölluðum vandræðum með að dreifla honum hana. Andrei setur hann spjaldi honi, lauflétt. Shefton Barrett var hann að kvenka sér eitthvað hérna. Veit ekki hvort að það sé bara svona út að nenni ekki að spila eða hvað. Mamadou Samb á Björgvin, Björgvin Þröst. Finnbogi reynir að fara baseline, alla leiðir lokaða þar. Samb Björgvin fær skrín frá Samb og setur þristinn honi auðvitað. Björgvin að spila flottan leik hérna í kvöld. Shefton er bara meiddur. Árni Elmar kemur inn á. Árni Elmar fyrir Magic. Andri. Finnur, hann reyndi að koma hann inn á Þorberg. Helgi sá við honum. Helgi finnur Björgvin. Björgvin ætlar alltaf leið, gerir það. Setur óheppinn að setja ekki honi. Fær villuna og er á leiðan á vítalínunum fyrir 2. Fyrra víti hjá Björgvin er stutt. Seinna vítið er stutt en nógu langt til að leka honi. Tökum því. 90-51. Árni Elmar finnur Þorberg. Þorbergur kastar boltanum út að skilja hann svona eftir fyrir Viktor en móka honum upp í loftið og Viktor náði hann ekki. Finnbogi kemur inn, upp með boltan segi. Björgvin, Þröstur, Helgi með galopinn þrist langt fyrir utan. Auðvitað, Helgi Freyr Margeirsson, hvað heldur þú? Hann á alltaf að skjóta þegar hann fær boltan í hendurna. Finnbogi berjast hann í gegnum skrínið. Björgvin, Helgi og Samb allir í frákastinu. Björgvin enda með það. Helgi, já. Hann var að finna sig þarna. Sjálfsagt að reyna þetta. Árni þarna yfir Björgvin. Ingi Þór vildi villu. Andri brýtur síðan á Björgvin á miðunum til að stoppa hraðaröflupið. Friðrik kemur inn fyrir Björgvin. Flottur leikur á Björga. Þröstur og sendur á Friðrik. Friðrik finnur Þröst. Þröstur með, það var svona fyrir sín sending. Viktor var búinn að lesa þetta. Andri finnur engan nema Þröst.
Mamadou Samb fann að dreifla hérna. Kemur hann fljótt á Friðrik. Finnbogi í horninu. Helgi missir hann í gennum klofið og síðan kemur Andri og nær hann með Þröstur, opinn í horninu. Já, óhöppinn hann. Samb nær frákastinu og síðan brotið á honum á líklegast Andri í... Já, nú 12, það Andri. Fyrra viti á Sambiróni. Seinna viti sömuleiðis. Þá fer Samb út af, Svabbi kemur inn á. Aron Ingi kominn inn á hjá Snæfell. Kemur með boltan. Næstu búinn að svona... Já, Finnur Matsík hana. Matsík óheppinn að setja ekki Jóni. Fín flétta hana hjá Snæfellingum. Helgi, Þröstur. Svabbi, Þröstur hefði átt að sjá Sabba hana. Svabbi hóta skotunni, Finnur Þröst á dræfinu. Þröstur setur hann í velgjörn. Frábært spil. Minni hátaldari, boltinn látur ganga. En alltaf vanlegt til árangur. Vill á Helga Freyr líklegast. Nei, Vill á Friðrik, segir Halldór Geir. En síðan leiðréttur hann bara og segir að þetta sé Helgi Freyr. Þannig að þetta var Vill á Helga Freyr. Nú er Snæfell að Ingi Þóra skipt inn á Tómas Helga Baldursinni nr. 4 og Andra Þór Hinriksinni nr. 5. Sem á Jón Pál nr. 6. Matsík og Aron Ingi auk þess inn á. Jón Pál, driflaðar Aron Ingi, hótar dræfið. Og Vill á Finnboga. Finnbogi er steinhissa á þessari villu. Bara Ingi verið jafn hissa, bara... Rúnar Þór með stuttan tvist sem fór ekki onni. Svabbi farin að stýra leik Tindastóls. Helgi hótar skotinu, Finnur Þröst sem hafði ekki hugmynd sendinguna en greip samt boltan. Svabbi, Friðrik, hann fer alla leið og óheppinn hann setja ekki onni. Svabbi með frákastið og síðan brotið á honum af Jón Pál. Svabbi leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Helgi Margers kemur út af og innan kemur Hannes. Svabbi stuttur. Seinna vitið Skakkur og Þröstur í baráttunum frákastu og enda með að slá hann út af. Snæfells bolti, Rúnar Þór tekur hann inn og Jón Páll tekur boltan upp. Já, flott. Óheppinn í flótundum þarna, Andri Þór. Svabbi setur hann ekki onni, hann vildi á villu. Fær síðan tæknivillu frá Þorkeli Már dómara.
Og það annarkur maður í húsinu sem hlær hérna. Ég heyrði ekki hvað hann sagði, en það tækniviti, búið þetta með það. Hefur svo sem ekki áhrif á úrslit leiksins þegar upp í staðið. Kemur Aron Ingi. Finnur Andra Þór. Aron dræfar. Fær villuna á Þröst líklegast. Nei, það var Friðrik. Já, villan á Friðrik Þór, vantilega bara fyrir Ritsen hann að veikuliðinni. Aron Ingi fyrir að vitið ekki Oni. Seinna vitið setur Oni. Friðrik Þór. Hannes. Dræfar inn í, finnur Finnboga. Finnboga á Friðrik. Friðrik fer alla leið, nær ekki skoraði Svabbi með frákastið. Núna fær Svabbi villuna. Var á leiðan á vítalínuna fyrir 2 skotum. Svabbi á línuna fyrir kallar á æðri Máttavöld fyrir seinna viti fyrir Oni á Svabba og honum bara skipt út af. Aron Ingi, lélega sendingu og Friðrik kemst inn í það. Fær snertinguna, setur hún Oni. Voðalega rann ekki blóð í honum þarna, komið fram. Skilaðis Broni, kemur Tindastóll í 100 stigin, 153. Aron Ingi, Geir, Andri, langan. Setti langur, hann var langur. Björgvin, Hannes í horninu, Bjöggi, Finnbogi, Þrist, setur ekki Oni. Og vill á Friðrik, hann fór í andlita á honum þarna. Óvillig verk, bara baráttan í frákastunum. Það komið bónus, það 2 skott. Geir Elias, Úlfur, fyrra viti og honum ekki Oni. Seinna viti og Geir. Ferja til leið. Friðrik, erfiða sendingu hann, það sendi gegnum Andra á Snæfelli. Finnbogi, Friðrik. Og hann bara sendir ekki neitt. Aron Ingi. Fín vörn hjá Þresti hana. Tómas Helgi, hann blokkar. Þröstur, driblar, finnur Friðrik. Friðrik í Finnbogi horninu. Finnbogi tvist, setur það ekki Oni. Þröstur hana baráttunni í frákastinu og Aron Ingi enda með það í sínum höndum. Það síðasta skot leiksins. Við erum að sjá hérna öruggan stólasigur á móti svona ungu en efnilegu Snæfellsliði sem að tapa sínum 7. leik hérna.
Stólin eru hins vegar að vinna sinn 4. Setur þristinn hann, spjaldi honni. Flott að enda þetta svona maður. 157, Friðrik með, já, þó nokkuð nálægt í bara. En Stólin endaði að vinna þetta 157, koma sér þar með 4 sigra og 2 töp. Við leyfum þessum myndum að renna sitt skeið. Tindastóll tekur hérna sitt tjant á miðjunni og þar er sagt Tindastóll við hvert stig sem búið að vinnast í deildinni, en ég heiti Guðlaugur Skúlason og þakka fyrir mig í kvöld. Við leyfum þessu bara að klára sig og þarna kemur, þið sjáu þarna Halldór Halldórsson, héraðsdómara Norðurlands vestra, telja inn í þetta. En takk fyrir, þangað til síðar.